Bergur Ebbi Benediktsson, rithöfundur, sestur hjá mér. Velkomin Bergur. Þú ert nýbúin að gefa hérna út bók, Stofuhiti, þar sem að þú tekst á við það verðuga verkefni að svona greina samtímann. Þetta fari yfir samfélagsmiðla og sjálfsmyndir og þessa síntengingu og þetta svona málefni sem að hefur að miklu leyti, kannski fyrir utan þegar talað er svona lýðræðisvitund, miklu leyti við talað svona í neikvæðu samhengi. Að sem sagt, við séum að lifa í einhvern gerviheimi og mynda gervitengingar og þetta sé tímaðislega og svo framvegis. Þú hins vegar ert svona tiltölulega jákvæður. Ef við byrjum aðeins á samfélagsmiðlunum, þú talar mikið, einn meginþráður í bókinni er það sem þú talar stemningu eða filter. Við séum svona að hjúpa líf okkar með einhverjum hætti, segðu mér aðeins frá því. Já, ég vil kannski byrja á að segja að ég reynir enda bara að nálgast öll þessi mál svona nokkurn veginn móralslaust. Sem sagt án þess að vera með einhvern svona siðferðislegan merkimiða á öllu. Þannig að þó að, já, ég held að það sé rétt, það sé svona jákvæður tónn í bókinni og ég sjá mjög margt jákvætt. En fyrst og fremst þá er ég bara að reyna að sjá þetta öðruvísi. Og það fylgir því líka að ég er ekki bara strax í einhverjum svona siðferðislegum fordómum það að þetta sé allt saman hégómi eða narsissismi eða vitleysa. En eins og ég segi þá er þetta svona, ég reyna að líta á þetta að þetta sé hvorki gott mjög slæmt heldur bara öðruvísi. Af því maður er þrátt fyrir allt með það mikla, komið bara með það mikla reynslu og ég sjálfur, þó ég sé bara mjög ungur, man náttúrulega eftir heimi þar sem þetta var ekki til og get speglað í rauninni þá reynslu við reynsluna í dag. En ég held að, til þess að koma að spurningunni þinni, þá held ég þetta með filterinn, þetta er svolítið svona margslungið dæmi, en ég lít þannig á að með allar þessar, er hann aragrúa af skoðunum og hugmyndum sem við fáum og menningarafurðum, þá verður þetta allt í vitund okkar, bara hvort sem að fer ekki einhverjum newsfeed eða hvernig sem maður innbyrðir þetta, að einhverjum graut. Og grautur er ekkert rosalega fallegt orð og þess vegna er ég meira að tala um þetta eins og einhver svona lofttegund eða eitthvað sem smýgur inn í okkur. Tala um þetta sem þók eitthvað stað? Já, ég nota alls konar orð og stofuhiti er svolítið líka vísun í það af því að það eru svo mörg hitastigi og öllu sem við fáum inn, sumt er ótrúlega heitt, sumt er ótrúlega kalt og á endanum verður þetta einhverjum fullkomnum stofuhita og við getum bara fylgst með þessu eins og köttur í gluggasillu bara í fullkomnum þægindum og horfum á veröldina brenna eða fallega flugeldasýningu fyrir utan og erum samt með þetta rof á milli. En filterin er bara eitt af orðunum sem ég nota og mér finnst það bara skemmtilegt af því að filterar eru eitt af þessum fyrirbærum sem að komu með samfélagsmiðlum þegar kemur að því að deila myndum. Að fyrir einhverjum árum þegar það byrjaði, þá fólk alltaf að setja filtera á myndir og oft gerði það myndir og augnablikið eins og það væri gamalt. Þannig að það var svona instant nostalgía komin. Þannig að við vorum komið möguleikuna á það að taka nútímann og setja svona instant filter á okkur sjálf og búa til þetta rof viljandi líka, gagnvart umheiminum. Og það finnst mér speglað síðan á í rauninni þessa byltingu í heild. Og þetta þarf ekki endilega að vera neikvætt af því að leiðum maður bara fyrir að horfa á filterinn eða gasið eða þetta sem umlíkur og þokuna sjálfa sem kjarnan í málinu. En ekki eins og það sé að byrgja manni sín frá hinu raunverulega. Leiðum maður bara breytir aðeins hugsunni og hugsar að kannski er það sem að stundum bara kallað umbúðir eða hégómi, kannski er kjarnan sjálfan að finna það. Það er ekkert alltaf þannig, en það að prófa að líta veröldina á þeim augum er mjög áhugavert. Þú talar mikið um sjálfsmyndina og sem er svona að því að sjálfsmynd hefur svona tvær merkingur í rauninni í íslensku tungunni núna, annars er bara svo mynd sem við höfum að sjálfum okkur síðan þessi nýju tegunda myndatöku, það er selfies. Og þú talar einhverju leyti um þetta sé bara leiðandi menningar fyrirbæri. Og svona kannski einhvern veginn svona bara eitthvað stef sem að muni einkenna okkar kynslóð. Já, og ég er náttúrulega fjarri því að vera fyrstur að segja það eins og Oxford orðabókin valdi selfie orð ársins 2013. Nú mér svo orðið nokkur ár síðan það var og en það sem ég finnst bara svo áhugavert er það að við erum með sama orð yfir það sem er á ensku kallað svona identity eða sjálfsmynd eða hvað okkur finnst okkur sjálf og hvað við stöndum fyrir í veröldinni og hvað við trúum á og fyrir það sem við köllum að taka mynd á okkur sjálfum sem við postum á netið sem þannig að við erum með sama orð yfir eitthvað sem á að verða dýpsta í farið okkar og mikilvægasta og kannski eitthvað sem á að verða grunnasta og lítið augum að sé dæmi algjöran kannski skort á því sem við getum kallað identity eða sjálfsmynd að vera alltaf að biðja álit frá öðrum hvað maður á að finnast sjálfan sig. Mér finnst þetta svo ótrúlega áhugavert að sé svona
þessi svona tveir pólar, svona mikið rof á milli, en samt þetta sama orðið sem við notum, út af því að ef maður lítur á þetta réttum augum, þá hefur þetta ótrúlega mikið sameiginlegt. Þegar við erum að taka sjálfsmyndir, þá erum við í rauninni að úthýsa hugmyndum okkar sjálf og hver við erum til annarra. Og það bara, það væri hægt að segja, og kannski segja eldri kynslóðir eitthvað, það bara minnimáttakennd, skortur á sjálfstrausti og síðasta sort fyrir manneskju að gera það, að geta ekki bara verið stolt af sjálfur sér og fundið það með sjálfur sér á hvað hann trúir. Og það má vel vera þessi rétt upp á ákveðnu marki, en jafn mikið og það svoleiðis, þá það líka fallegt. Það líka falleg hugsun og felst í því hógværð að vera ekki það viss sjálfan sig og vilja fá álit samborgara sinna og fjöldans á því hver maður og á að vera. En maður að skauta hratt yfir þetta, þú talar svolítið gagnaleika og þú ert með kenningu þar, innst inni vitum við í rauninni öll að allt það sem við setjum á netið og gerum á netinu mun og endanum leka út og svona alls konar pælingar í kringu þetta, hvað afleiðingar það muni hafa, segðu mér aðeins frá því. Sko, ég gerir svona stóra allegóríu þessu, svona stóra líkingu þar sem að ég líki í rauninni hræðslu okkar við gagnaleika í dag, við svona hræðsluna sem var á tímum kalda stríðsins við sem sagt útbreiðslu kjarnorkustríðs. Út af því að þetta ótti sem að svo djúpstæður að hann svona gegnumsýrir allt. Og það ekkert endilega að tala hann svona beinum orðum, heldur hann bara, hann litar alla umræðu, hann litar meira heldur bara pólitíska umræðu, efnahagslega umræðu, hann litar meira þessa umræðu og bara tilfinningalega, hvernig við tengjumst öðru fólki. Eins og á tímum kalda stríðsins þá bara foreldrar áttu öðruvísi samskipti við börnin sín og elskendur, elskuðu hvert annað og öðruvísi út af það liðu allir í skugga sprengjunnar. Og það náttúrulega búið að gera því skil í þúsundum skáldverka og bíómynda og það svolítið saga seinni hluta 20. aldar og saga það stóra narratív seinni hluta 20. aldar á Vesturlöndum. Ég bara líki þessu saman þó þessi margt sem ekki alveg eins að núna þetta okkar stóra narratív. Það óttinn við gagnaleika og það þessi rosalega gagnasöfnun sem við vitum öll af en hún hefur ekki ennþá myndræna birtingu. Við sjáum hann ekki ennþá. Og það það sem ég finnst svo áhugavert út af því að kjarnorka var til sem teóría eða hugmynd og hún var til með þess að hjá skáldum og fleira orðin svona skáldleg og ljóðrænt fyrirbæri í næstu því hálfa öld eða svona tæpa hálfa öld áður en fólk sá sveppaskýið. Og mér finnst þess að við séum núna á tímanum áður en við sjáum sveppaskýið og við vitum ekkert hvernig það fyrir við sjáum það. En við erum á þessum tímum þegar þetta ennþá teóría og hugmynd og svona óttinni byrjar að koma en við erum ekki byrjað að sjá hvernig það lítur út. Heldurðu að það sé raunverulega þannig að allt sem við setjum á neti muni endanum leika út? Á endanum þá held ég að þetta sé bara teóría og hugmynd og narratív. Út af því það eru sagnirnar sem að stýra því hvernig við hugsum en ekki nákvæmlega hvort það muni gerast. Það bara sú tilhugsun að það geti gerst. Hún nóg til þess að stýra öllu og það þannig sem að kemst fyrir að skilja þetta. Þannig að í stjórnmálum og svona, nú alltaf að vera gagnaleikar. Þú átt ekki að hugsa núna hvernig getur komið í veg fyrir það, fleiri öryggiskerfi og svo framvegis. Þú átt bara að átta á því að leikreglunar eru allt aðrar. Þú átt bara að gera ráð fyrir að þetta geti gerst og þú átt bara að byrja að hugsa allt öðruvísi og þessi kenning sem ég að rekja svo að ég vil meina það að fólk bara að byrja að úthýsa sjálfu sér, leyndarmálum sínum, ótta sínum og með því að úthýsa sem svolítið fyndið að nota þá orða svona svo eitthvað business orð, eitthvað svona outsourcing, byrja að opna sig meira og það partur af síðan þessum trendum og mynstrum sem við sjáum líka bara með að aflétta þöggun, alls konar hlutum, að fólk að fyrra bragði byrja að segja frá hlutum sem að það hefur kannski áður skammað sig fyrir og út af því að það innst inni veit að það mun alltaf lifa í ótta, til dæmis eða alltaf að fara fram í stjórnmál eða fleira og þetta eitthvað sem til dæmis Pírataflokkurinn hefur talað og fleira. En þetta þessi hugmynd það að þú getur ekki náð völdum, þú getur ekki í rauninni verið partur á umræðu og því þú ert alltaf svo hræddur það að vera afhjúpaður. Þannig að þú gerir það á undan og tekur þannig valdið á í rauninni eigin sögn. Þú talar það í bókinni að sko það sem að þú hræðist mest sé ekki dauðinn eða eitthvað svona sem ósköp hefðbundin og svör þessar spurningu heldur að þú hræðist mest álit annarra. Mannorðsmissi jafnvel og svona í tengslum við þessa samfélagsmiðla. Já, ég tek reynda fram og ég hræðist dauða og ástaramissi og hluti alltaf mest og ég tek hann reynda sérstaklega fram en svona af kannski þessum meira hversdagslegu hlutum að ég ótta þá held ég að ég bara á endanum, ég get bara að tala fyrir sjálf á mig og þess vegna bókin svolítið persónuleg og það má vel vera að sé ekki allir sammála en auðvitað þetta svona einn af stóru svona hræðslunum sem fólk býr við það álit annarra og sérstaklega bara jafningja og það það sem að hefur líka breyst núna maður ekki hræddur við það að fara upp til skólastjórans þetta ekki lengur þannig veröld sko. Þetta veröldin það sem að samborgarar þínir eða jafningjar
geta út af einhverju ástæðu haft álit á þér. En ég svona tek svo sem fram að ég óttast það ekki nema svona ákveðin svona teórískan hátt, þá það eitt af því sem að held ég að brenni á mörgum. Já. Bergur Ebbi Benediktsson, takk kærlega fyrir komuna. Takk sem þess. Við komumst ekki lengra sinni, verðum aftur á viku liðinni í Silfrinu. Takk fyrir í dag.